Ísing og hálka án efans sá þáttur sem oftast veldur því að ökumenn bregðast rangt við aðstæðum og slys hlýst af. Það má í raun skipta hálku í 6 flokka. Fyrst skulum við líta á 4 tegundir hálku sem hvað auðveldast að greina. Það fer ekki á milli mála að hætta á hálku þegar héla fellur á veg, þegar hiti lækkar niður fyrir frostmark og loftið verður rakamettað. Það nokkuð ljóst að þegar snjór á vegi þá myndast hálka. Þegar rignir á ísaðan veg myndast flughálka sem getur reynst mjög hættuleg sérstaklega þegar vindur Að lokum má nefna svokallaða hrímþoku en það eru þegar kaldir vatnsdropar í þoku frjósa á vegi. Þessar tegundir hálku tiltölulega auðvelt að greina. Það hins vegar erfiðara að greina 2 tegundir hálku sem við skulum skoða nánar. Það getur verið erfitt að sjá þegar vatn sem fyrir á vegi frýs af völdum þess að hiti vegarins fer niður fyrir frostmark. Gildir þá einu hvort bjart sé af degi eða myrkur því vegurinn glampar hvort heldur sem vatnið frosið eða ekki. Hálku sem myndast við svonefnda frostrigningu eða frostúða getur reynst erfitt að greina. Regnið frýs leið og það lendir á jörðu vegna þess að hiti á vegi undir frostmarki. Það ágæt regla að ef hitamælir í bíl sýnir minna en 4 til 5 gráðu hita í lygnu veðri þá ástæða til að fylgjast vel með aðstæðum og hafa í huga að hálka getur myndast samfara úrkomu eða þegar bleyta á vegi.